Já, komið sæl og verið velkomin á þessa vefmálstofu próf í Moodle og spurningabankann. Og hér er ég komin inn í Moodle á forsíðu námskeiðs sem ég hef stofnað í þessu skyni, Moodle próf. Og mig langar að byrja á að fara í spurningabankann. Það er þannig með próf í Moodle að það skiptir ekki máli hvort að prófið er stofnað eða farið í spurningabankann og spurningarnar búnar til. Það er mesta vinnan sem fyrir það og mestur tíminn að búa til spurningar í spurningabankanum, en það er tiltölulega fljótlegt að setja upp prófið sjálft. Það er mælt með því að próf séu sett upp, að allt sé sett upp í upphafi misseris á kennsluvegum og þar á meðal próf, þannig að nemandinn hafi svona yfirsýn yfir það námsmat sem á að fara fram í námskeiðinu. Og það er fljótlegt að setja upp, ég sýni þá eftir uppkynningu prófs þó að spurningar sé ekki settar í það strax. Þá sér nemandinn sem sagt á forsíðunni og sér að það stendur til og hvenær. En til að komast í spurningabankann þá fer ég hér í tannhjólið hægra megin efst og í More þá fæ ég alla umsýslu námskeiðsins og þar á meðal spurningabanka. Hér sjáum við 4 tengla og það skiptir eiginlega ekki máli hvar ég fer. Ég ætla að byrja á að fara hér í flokka í spurningabankanum. Og þá sjáum við að þessi 4 tenglar sem við sáum að þeir sjást hér í flipum spurningar og flokkar, innflutningur, spurninga og útflutningur. Flokkar, hér sjáum við flokka í þessum spurningabanka. Þeir eru svona virka á sama hátt og möppur í tölvum okkar. Það er þetta að setja undir möppur og það er mælt með því að flokka spurningar vel, byrja á því strax og spurningar eru settar í bankann vegna þess að reynsla sýnir að spurningarnar eru fljótar, þeim er fljótt. Og hér sjáum við að það eru 2 flokkar, alls konar spurningar, 25 spurningar í honum greinilega, og nafnorð og það eru 11 spurningar í honum. Hér fyrir neðan fæ ég svo tækifæri til að búa til nýjan flokk og hér í þessum glugga get ég valið hver á að vera sem sagt parent, í hvaða flokk á hann að fara, hvort hann á að fara í yfirflokkinn í námskeiðinu eða inn í einhvern annan flokk, hvort á að vera undirflokkur. Við prófum að búa til hérna bara í yfirflokkinn, kalla þennan flokk höfuðborgir og ég þarf ekkert að setja hér í lýsinguna frekar en ég vil, einhverjar upplýsingar, smelli bara nýr flokkur og þá sjáum við hann hér og hann hefur engar spurningar. Ef ég smelli hér á fjölda spurninga þá fæ ég að sjá spurningarnar sem eru í þessum flokki, alls konar spurningar, 25, og þær eru hér. Ef ég hins vegar ef ég smelli á flokkinn sjálfan, þá fer ég bara í þetta form, get breytt heitun á hann og þannig. En ég ætla að byrja á því að færa nokkra spurningar úr þessum flokki, alls konar spurningar, yfir í höfuðborgir. Og þá ætla ég að fara í þessar 25 spurningar. Flokkurinn kemur hér fram, alls konar spurningar og hérna gæti ég að fara í annan flokk. En hér eru nokkra spurningar og við sjáum á þessum táknum hérna fremst hvers konar spurningur að ræða. Ef ég læt músina eða bendilinn hvíla yfir táknunum fyrir framan, þá kemur hér lýsing. Þetta er svokölluð gap-fill spurning og ritgerða spurning hérna. Drag and drop into text spurning og svo eru þetta fjölvalsspurningar hérna með þessu tákni og ég ætla að velja þær. Og hérna get ég fært það yfir í annan flokk. Ég ætla að velja hérna nýja flokkinn, höfuðborgir, færa spurningarnar í hann. Og þá erum við komin, þá opnast nú leið fyrir mig hérna höfuðborgarflokkurinn með 8 spurningum. Það er mikilvægt í
í spurningabankunum bæði að flokka spurningar og að gefa spurningum svona lýsandi heiti. Þannig að kennarinn getur auðveldlega þekkt spurningarnar. Þá hann fljótur að fletta þeim upp og finna þegar kemur að því að setja þær í próf. Það þriðja atriðið að það hægt að tagga, að setja tögg á spurningar. Og það greinilega eitthvað að trufla mig hér. Það greinilega þetta. Ég var búin að setja þessar spurningar í flokkinn nafnorð og hérna fæ ég spurningarnar upp sem að ég hef sett þetta fall, taggið fall, merktar með þessu orði og þá fæ ég upp allar spurningar sem eru fall eða fallbeygingu. Og til að setja tagg á spurningar, það gert inn í spurningunni og ágætt að sýna þessi tákn hérna aftan við. Sýsla með tögg, hér fremsti miðinn eða táknið og breyta, tannhjólið alltaf til að breyta hlutum, þetta til að breyta spurningu. Hér get ég afritað spurninguna og hér get ég forskóðað spurninguna og hent spurningunni. Til að setja tagg á spurningu að þá förum við, ekki prófa þetta ennþá, en hérna sjáum við að það búið að setja 2 orð, svo merkiorð eða tögg á þessa spurningu, fall og nafnorð. Þannig að ég get leitað eftir þessari spurningu með báðum þessum töggum. Og hérna munurinn á flokkum og töggum gæti til dæmis verið, maður gæti flokkað spurningar eftir segjum erfiðleikastigi eða köflum í bók. Maður geti látið flokkana heita kafli 11 og síðan getur maður sett tagg á spurningar eftir efni. Þannig að maður hefði fleiri möguleika að leita að þeim. Þetta allt gert til þess að leita í spurningabankanum og þetta mjög góð tæki til að notfæra sér spurningagerðir að sýna hérna hvernig maður býr til nýja spurningu. Það alveg sama en ef ég hérna í spurningaflipan þá ég alltaf með þennan hnapp hér, búa til nýja spurningu. Og þá spyr ég í hvers konar spurningu ég vil búa til. Og það hér 16 gerðir spurningar og svo hérna annað lýsing. Þetta í rauninni svona miði eða síðan með upplýsingum inn í prófinu og eitthvað sem nemandinn þarf ekki að svara. En kannski að sýna ykkur hérna bara algengustu fjölvalsspurningu, bæta við og þá kemur upp form sem ég fylli út og hér efst þar velja í hvaða flokka á þessu spurningu fara. Það auðvitað að flytja hana í annan flokk eftir á. Setjum þessa bara í alls konar spurningar. Hérna heiti spurningarinnar og það bara fyrir kennarann til að þekkja spurninguna. Ef spurningin stutt, þá ágætt að nota bara spurninguna sjálfa í heitið eða svarið. Og texti spurningarinnar, hann kemur hér fyrir neðan. Og ég ætla bara að gera eitthvað í fljótheitum hér. Þetta svarið, þetta sem sagt spurningin sjálf í ritilinn og það þetta að setja myndir og hljóð og vídeó og alls konar inn í spurninguna. Almenn endurgjöf hér fyrir neðan. Þetta endurgjöf sem nemandinn fær eftir að lýkur prófinu og það ekki þörf á að nota það. Einungis eitt svar rétt og stokka svör þýðir að svarliðirnir ABC þeir koma í mismunandi röð hjá nemendum. Og þá getur maður náttúrulega ekki sagt hérna allir svarliðirnir fyrir ofan eru réttir af því að svarliðirnir koma í mismunandi röð eða ekki. Það sem sagt ekki að vísa í aðra svarliðir eða svörin eru stokkuð. Þá koma svarliðirnir saman. Það valkostur 1, þetta fyrsti valkosturinn. Og þetta myndi maður náttúrulega ekki gera, þetta svarið rétt og
ef að þetta rétt að svari, þá gefum við að því 100%. Það hægt að setja endurgjöf með hverju svari fyrir sig. Og hérna bara þessi vikið, en það auðvitað hægt að nýta þessa endurgjöf á annan hátt. Það hægt að vísa, kannski hafa valkost 2 ykkur algengan misskilning hjá nemendum, láta svar númer 2 vera, einhvern algengan misskilning. Og segja svo í endurgjöfni hvers vegna svarið rangt og hvað nemandinn þarf að kynna sér. Og þessa endurgjöf fær nemandi í flestum tilfellum eftir að hann hefur lokið að taka prófið. En í sumum prófgerðum í Moodle þá mögulegt að láta nemandann fá þessa endurgjöf í prófinu sjálf. Og ég efast að við höfum tíma til að skoða ólíkar prófgerðir, en ef það verður tími í lokin þá förum við í það. Það sjá allir að þetta svolítið seinlegt. Búið til eina krossaspurningu að fylla út þetta form. Og þetta samt það sem að flestir held ég að gera. Það hægt að flytja inn spurningar og ég ætla bara að hætta við að búa til þessa spurningu þegar hérna. Nota brauðmálaslóðina, ég alltaf að benda á brauðmálaslóðina, nota hana til að fara tilbaka. Innflutningu spurninga. Það oft þannig að það fylgir námsefni spurningabanki sem þá oftast hægt að setja, eða allavega oft hægt að setja inn í Moodle beint. Og svo getur kennarinn líka sett upp til dæmis krossaspurningar. Það mjög einfalt að setja þær upp í skjal, í svona textaskjal og flytja það inn í Moodle. Og ég held að sé einfaldast að nota þetta icon format fyrir krossaspurningar. Og ég geti sýnt ykkur hvernig það þarf að líta út, ég held ég að vera með það hérna. Hérna á Moodle.org icon format, og here is an example of the format. Það sem sagt, hér eru 2 spurningar. Þær þurfa að líta svona út í textaskjalinu, nákvæmlega svona. Og það þýðir ekki, maður verður að fara eftir regluna nákvæmlega. Það þýðir ekki að vera með auka bil eða auka línu fyrir ofan eða eitthvað slíkt, það truflar allt. Og það alltaf þannig þegar maður flytur inn í kerfi. Það þarf að huga að nákvæmni. Og ég var búin að búa til skjal til að flytja inn. Fara hér í gegnum og flytja inn spurningar. Ég þarf að merkja við formatið. Það eru auðvitað mörg önnur format hér sem ég mun ekki fara í. Hér getur dreifið inn skjalið eða valið skjalið. Og Moodle segir mér að flytja inn 2 spurningar og skrá, og þetta eru þessar 2 spurningar sem búið til áfram. Og það lenda hér inn í flokkinn sem var nú opinn. Hvert rétta svarið og hvaða LMS-kerfi. Það eitt atriði sem að þarf að huga að þegar maður býr til skjalið. Það er best að nota lítið forrit sem að fylgir Windows og heitir Notepad. Og nú þarf ég að séra hérna Notepad til að sýna það. Hér Notepad skjalið og þar sem ég setti inn spurningarnar. Þegar þetta listað, þá þarf að passa að velja hér encoding UTF-8 til að íslensku stafirnir komist inn. Ef þetta stillt svona, þá missum við alla íslenska stafi út úr skjalinu. Vista sem sagt svona og þá gengur þetta fundin. Höldum áfram hér, ekki sýtum að fara hér í spurningagerðir, sýna það, endurgjöf í spurningum og innflutning.
Það var eitthvað fleira, það að flytja út spurningar, ég ætla nú ekki að sýna það, það tiltölulega einfalt að flytja út spurningar og einstaka flokka spurningar. Ég held ég fari núna bara í uppsetningu á einföldu prófi. Já, ég gleyma að taka það fram að nemendur hafa náttúrulega engan aðgang í spurningabanka námskeiðs. Þannig að kennari getur unnið í spurningabankanum og sett inn spurningar. Nemandinn var ekki aðgang að spurningu fyrir hún sett í próf. Og til að búa til próf þá fyrir ég að setja í ritam og nota hér + nýtt viðfangsefni eða aðfeng, próf. Og ég ætla að fara svona stystu leiðina núna, sýna bara það allra nauðsynlegasta. Hér hérna að flæða höfuðborgir eða nýtt próf, setjum einhverjar mismunandi spurningar í þetta próf. Hér í inngangi prófsins, þar setur kennari oft upplýsingar vægi prófsins, fjölda spurninga og annað sem að nemandinn þarf að hafa í huga á töku prófsins. Tímasetning, já, ég ætla að opna hérna allt, það hérna lítill tengill að opna alla stillingar. Tímasetning, ég haka hér yfir virkja, ágætt að nota dagatalið hvenær prófið á að vera, sem að það sé bara núna. Og klukkan 10:20, tíminn náttúrulega bara, hann kemur sjálfkrafa inn hérna, tíminn sem núna. Og hefur þetta til opið 12. Þetta það tímabil sem nemandi getur tekið prófið. Og síðan tímamörk hér. Það sá tími sem nemandi fær frá því hann opnar prófið og þangað hann þarf að skila því inn eða að lokast á hann. Og skilast sjálfkrafa inn, já, skila því ekki sjálfur. Þannig að ég get sett hérna 10 mínútur og oft það þannig, já það misjafnt, kennarar hafa stundum próf opið í sólarhring og það klukkutími sem nemandinn fær eða eitthvað. Þetta allavega svo sem fjöldi heimila próftilrauna, það sjálfvalið 1 próftilraun hjá nemandinum. Ef ég myndi velja hér 3 og velja að hæsta einkunn myndi gilda og þá fær nemandinn að taka prófið 3 sinnum, fær 10 mínútur í hvert skipti og hæsta einkunn fyrir einkunnabókina. En þetta bara einfalt. Já, síðan þetta valkostir við yfirlit. Það hvaða upplýsingar nemandinn fær eftir próftökuna. Hvað fær hann að sjá eftir að hann lýkur prófinu. Strax að próftilraun lokinni, það sem í þessum dálki, það opnast leið og hann skilar prófinu inn. Og segjum að ég vilja ekkert láta nemandann sjá neitt. Síðar á meðan prófið enn opið, það þýðir að nemandinn fær að sjá það sem hakað í hér svona 2 mínútum eftir að hann hefur skilað inn sinni prófinu. En þá geta aðrir nemendur verið að taka prófið ennþá, það ennþá opið, tíminn ekki liðinn. Ég ætla að haka úr þessu. Eftir að prófið hefur verið lokað, það þýðir að loka prófi, dagur og tími liðinn. Prófið hefur lokast. Í sumum tilfellum þá haka kennarar úr öllu, þeir vilja ekki nema kannski einkunn ef þetta eru krossaspurningar eða spurningagerðir sem reikna sjálfar einkunn. En sumir vilja leyfa nemendum að sjá allt, rétta svarið við spurningunni og hvort nemandinn svaraði rétt eða ekki. Í öðrum tilfellum eru kennarar að passa upp á spurningar að nemendur hafi sem stystan aðgang að spurningunum. Þá hakað úr öllu. Þetta eins og ég segi allavega. Það bara að hafa þetta svona núna og ég þarf ekkert að hugsa meira. Það bara að smella hér á vista og birta. Ég get farið í vista og fara aftur í námskeið eða vista og birta. Þetta hvorutveggja bara vista prófið. En vista og birta þá held ég áfram að vera í prófinu. Og smelli hérna á vista og birta.
Við sjáum á brauðmálaslóðinu að ég inn í prófinu, nýtt próf. Og til að benda hér núna á tannhjólið. Ég gæti núna farið beint í að breyta prófi. Og það hér. Breyta prófi, það að setja spurningar inn í prófið. Uppsetning prófsins, það formið sem ég var að sýna ykkur á til að setja í prófið. Hér myndi ég fara til að breyta tímasetningum og öðru. Já, eitt sem að ég vildi minnast á í sambandi við uppsetningu á prófinu, að það borgar sig að setja tíman strax, ég ætla bara aftur í uppsetningu prófsins til að ítreka það. Það hefur komið fyrir að kennari kannski ekki búin að ákveða tíman og fyrir að vinna í prófinu og setja spurningar í það. Ef tímasetning er ekki virkjuð, þá kemst nemandinn í það bara strax. Hann getur opnað prófið strax og leið og fyrsta spurningin kemur í það, þá getur hann séð spurninguna. Þannig að það borgar sig að virkja tímasetninguna strax, vegna þess að það er hún sem lokar fyrir aðgang nemandans að prófinu. Nemandinn getur þá bara séð tengilinn á prófið, hann getur smellt á hann, fær upplýsingar hvenær prófið verður og hann fær að sjá það sem skrifað hér prófið. Hvers konar prófið eða vægi prófsins og annað slíkt. En ef að tíminn er óljós, þá er alltaf mögulegt að setja bara 2017. Þannig þessi próftími löngu liðinn og breyta því síðan þegar próftíminn var ljós. Eða fram tíman. Já, ég ætla ekki að breyta hérna. En fara á forsíðu, til að sýna ykkur þar. Ég er svo oft spurðum hvernig á að setja spurningar í prófinu og ég er búin að vista það og ég veit ekkert hvert ég á að fara. En hér sjáum við prófið og ég þarf ekkert að vera í rítami til að gera þetta. Ég get bara smellt á prófið og hér hef ég breyta prófið. Það er sami tengill og er hér breyta prófið. Hér eru engar spurningar, þær myndu sjást ef það væri komnar. Og hérna til hægri sé ég hámarkseinkunn fyrir prófið og hún er 10 sjálfgefið. Ég get breytt þess að ég vil láta hana endurspegla stig í prófinu eða eitthvað annað. En Moodle reiknar sjálfkrafa stig prófsins, hversu mörg sem þau eru. Moodle sér að reikna það yfir í hámarkseinkunn eða skalan 0 til 10 þessu tilfelli. Og hérna er tengill bæta við spurningu og þá er ég spurt hérna hvort hún á að koma úr spurningabankanum af handahófi eða bæta við spurningu. Það er í rauninni að búa til nýja spurningu. Ég fer í spurningabankan og þá opnast hérna gluggi og ég get valið sem sagt úr hvaða flokki spurningin á að koma og ég ætla bara að byrja að setja einhverjar fastar spurningar inn. Ég ætla að setja hérna einhverja ritgerðar spurningu og kannski mannshjartað eða eitthvað hérna. Það er nú fjölbreytt próf. Þannig ég kom með og Moodle raðar einni spurningu á síðu. Blaðsíða 1, 1 spurning, blaðsíða 2, 1 spurning. Og hérna get ég fært spurningar og með þessum hnappum hér get ég eytt síðuskilum og búið til nýja síðu. Bæta við fleiri spurningum, ég ætla að bæta hérna við á handahófi, ég ætla að láta Moodle velja fyrir mig spurningar í prófi þannig að einhverjar spurningar koma á handahófi og það ætla ég að velja hérna höfuðborgir, það eru 8 spurningar og velja kannski 3 spurningar úr höfuðborgunum. Og þá kemur fram hér handahóf höfuðborgir. Þannig að ég fæ ekki að sjá hvaða spurningar þessar 3 eru. Það er náttúrulega bara valið fyrir hvern og einn nemanda. En nú er í rauninni komna spurningar í prófið, þannig að það er ekkert að vista þetta neitt. Og þá ætla ég bara að sýna
aðeins það er kannski ágætt að segja frá vægi spurninga. Það kemur fram hérna aftan við. Hér get ég náttúrulega skoðað spurningu með stækkunarglerinu. Hvaða spurning var þetta? Hér er vægi spurninga og það kemur sjálfkrafa alveg eins og ég setti vægi þegar ég bjó til spurninguna. En ég get breytt væginu í þessu prófi sem að spurning gildi yfirleitt bara 1 stig en í þessu prófi eigum að gilda meira. Þá get ég smellt hér á blýantinn og sagt að ég ætla að láta þessa spurningu gilda 5 stig núna og smellt á enter á lyklaborðinu og þá breytist það sem sagt. En þá er það nemenda, ég ætla að vista með einhver hérna, nemanda sem er að fara að taka próf. Hér er ég skráðinn sem gervinemandi 1 og hann smellir á nýtt próf og hann er í ensku viðmóti greinilega, ég ætla að breyta því hérna. Taka próf núna og hann fær svona klassíska viðvörun, svo 10 mínútur til að taka prófið. Tíminn byrjar að telja niður leið og byrjar og þú þarft að skila prófinu áður en tímanum lýkur. Og hann klárir prófið og hann fær fyrstu spurninguna. Hérna hægra megin, þar koma spurningarna fram. Hér getur hann flakkað á milli spurninga. Ritgerðarspurningin. Og svo getur hann náttúrulega líka nota nappana hér að fara á fyrri síðu og næstu síðu. Mútlega er alltaf að verða meira og meira ensku skotið af því að það er náttúrulega alltaf að þróast og það er engin tíma til að setja inn textastrengina. Ég geri það oft þegar ég er að búa til leiðbeiningar eða annað slíkt að gefa mér tíma til að þýða eitthvað en það er bara tímafrekt verk. Hér kannski ef ég sýni eitthvað af þessu að þá er þetta svona drag and drop into image svona bakgrunnsmynd sem kennarinn setur og hér að draga inn við sýnum fleiri spurningagerðir. Þetta er drag and drop into text og það er hægt að færa til ritgerðarspurningin. Og hérna er ekki drag and drop, heldur bara á ég að skrifa orðin. Og þá eru höfuðborginni þessar klassísku krossaspurningar þar sem eitt svar er rétt. Svona, nú ætla ég bara að smella á ljúka prófi og þá kemur svona próf yfirlit hjá nemandanum. Hann fer að vita hverju er ósvarað. Hér kemur fram að þetta er ófullnægjandi svar, það var ekki búin að svara öllum og hér getur hann farið aftur í próftilraunina. Tími eftir, það eru 7 mínútur rúmar eftir af próftímanum, þannig að hann er ennþá nægan tíma en ég ætla bara að fara að senda og hætta og ekki eiga meiri tíma í þetta. Já, fleiri tilraunir eru ekki leyfðar. Nú gleymdi ég einu, ég ætlaði að láta nemandann skrifa eitthvað í ritgerðina til að sýna hvernig hann var að gefa einhvern fyrir ritgerðarspurningu. Þannig að nú ætla ég bara að fara inn sem kennarinn. Já, kannski að við sýni það líka. Og fara hérna í nýtt próf. Og það kemur fram hérna ein úrlausn komin.
hér hún, gerðinemandi 1, einkunn 2,86. Segjum að nemandinn hafi bara óvart skilað inn úrlausninni sinni í einhverju stresskasti og þá ég ætla bara að eyða veldum tilraunum, já. Leyfa nemandanum að fara, afsækja þetta, en það fara aftur eins í nemandinn og ég refressa hjá hann skjáinn og þá fær hann aftur að hefja próf. Og nú koma spurningarnar í annarri röð eitthvað og ég ætla bara að rýma hérna inn einhver texta. Svona, ég var að ljúka prófið svona. Og nú fer ég aftur sem kennarinn. Hér er ég komin inn sem kennarinn og ég ætla að fara hér í smelli á nýtt próf. Það heitið á prófinu í brauðmálslögni. Og þá fæ ég tannhjólið. Ef ég inn í einhverju í prófinu eins og til dæmis úrlausnunum, hér er ég inn í úrlausnunum, þá fæ ég ekki på tannhjól. Þú kemst ekki í það. Þannig að til þess að komast í það, þá þarf ég að smetla á nýtt próf. Hérna get ég farið í eitthvað sem heitir handvirk einkunnagjöf. Hérna undir niðurstöðum, þar yfirlit responses statistics sem er hægt að skoða og handvirk einkunnagjöf. Og ef það væri margir nemendur búin að svara, þá kæmi hérna bara 30 greit eða gefa einkunn fyrir alla tilraunir, ég get smellt á hvoru tveggja. Allar tilraunar koma sem sagt fram hér og ég smelli á greit. Ef það væri fleiri nemendur búin að skila þessari ritgerð, þá kæmi þeir bara í röð hér fyrir neðan. Þannig að ég gef hérna endurgjöf fyrir þessa spurningu öllum nemendum. Og þá aðeins að fara tilbaka, ef það væri fleiri spurningar, þá kæmi þær hér fyrir neðan. Ég smelli á einni spurningu, gefa einkunn fyrir hana. Það eru möguleikar hér að raða nemendum fyrir ofan og þeir eru sjálfkrafa bara, þeim er raðað á handahófi. Ég get raðað þeim í stafrófsröð eftir fornafni eða föðurnafni. Og hér get ég sett inn athugasemdir. Og hér eru sem sagt stig fyrir spurninguna. Í þessum tilfellum var bara 1 stig fyrir ritgerðarspurningu sem er náttúrulega ekki mjög lógist. Ef ég myndi fatta núna eftir prófið að ég gleymdi að setja rétt stig, þá get ég breytt stigum þó prófið sé lokið, þó að nemendur hafi tekið það. Þá get ég farið í breyta prófið, fjölga stigum fyrir þetta, vista og þá kemur það fram hér. Ég ætla að gefa 1 stig hérna. Og nú er ég búin að gefa nemendum sem sagt fyrir ritgerða spurningum. Það er ýmislegt sem ég geti tekið hér meira í sambandi við spurningar. Sjáum til hvað tími leyfir á eftir. Ég ætla að sýna núna hvernig nemanda er gefið frávik í prófi, tímafrávik. Það eru nemendur sem þurfa lengri próftíma. Það er mjög algengt að það þurfa að gefa einhverjum lengri próftíma eða jafnvel annan próftíma. Og ég er hér í prófinu. Það er tannhjólið. Í þessu tannhjóli, þegar maður er komin í prófið, þar er allt sem ég þarf að gera í sambandi við prófið. Það er hérna frávik vegna hópa og frávik notanda. Ef ég er með hóp af nemendum sem eiga allir að fá korter meira, sem sagt klukkutíma og korter, það er mjög algengt að nemendur eiga að fá 15 mínútur aukalega á hvern klukkutíma, þá get ég sett þá nemendur í hóp
og fara hérna í frávik vegna hópa. Eða ég get búið til frávik fyrir einn og einn notanda í einu. Þá fæ ég hér ný frávik vegna notanda og ég þarf að velja hvaða nemandi á að fá tímafrávik. Sem hérna gervinemandi 2 og ég ætla bara að prófa 1. Nei, það er bara hægt að velja einn nemanda í frávik vegna notanda. Ég ætla ekki að setja lykilorð og ég mæli ekki með því að setja lykilorð nokkurn tímann á próf. Það er bara veldur stressi, meiri stressi og nemendur mun ekkert svoleiðis. Tímafrávik, hérna kemur tíminn á prófinu og hér get ég breytt honum. Segjum að ég ætla bara að hafa þetta opið. Leyfa þessu bara að vera opið hérna til klukkan 1. Þessi nemandi á að fá 20 mínútur til að taka prófið. Ég þarf náttúrulega að passa alltaf að þessi tími hér, tímamörkin 20 mínútur, að þau rúmist innan þessa tíma. Nemandinn þarf alltaf að byrja í þessu tilfelli 20 mínútum áður en lokaprófið kemur. Þannig að 13:20 þá þarf hann að byrja prófið í síðasta lagi klukkan 1 til að nýta þessar 20 mínútur. Hérna get ég fjölgað heimlegum próftilraunum líka, þannig að ég gæti leyft þessum nemanda að taka prófið 2 svar. En það er oftast ekki þarf að því. Það er hægt að nýta sér það ef nemandi í lokaprófi skilaði prófinu vart inn og það var hægt að búa til frávik fyrir hann og gefa hann 2 tilraunir. En síðan vista ég þetta og þá kemur fram hér gervinemandi 3, próf lokar klukkan 1:20, tímamörk 20 mínútur. Og svo get ég búið til nýtt frávik, búið til annað frávik fyrir annan notanda. Það sé ekki meira tímafrávik. Ég ætla að segja frá sjúkraprófi líka. Segjum að ég vilji nota þetta próf sem sjúkrapróf. Ég ætla bara aðeins að breyta nokkrum spurningum í því og náttúrulega tímanum. Þá þarf ég að fara í rikan. Því ég ætla að byrja á að afrita bara þetta próf. Það eru prófúrlausnir, eða í þessu tilfelli bara ein prófúrlausn í þessu prófi. Þannig að ég má ekki fara að breyta því. Prófúrlausnirnar hanga við þetta próf, ég má alls ekki breyta spurningum í því. En ég get farið hér og afritað. Og afritið hefur alla spurningarnar en ekki prófúrlausnir. Afritið kemur hér fyrir neðan og það borgar sig að byrja að tékka bara á því alveg gang úr skugga það. Hér eru engar prófúrlausnir. Það er sem sagt neðra prófið sem er afritið. Og ágætt að byrja bara á að breyta heitinu á því strax til að þekkja það. Og síðan get ég bara farið í það og farið að breyta spurningum í því, breyta prófi. Og þá get ég hent út spurningum og það er gert hérna með tunnunni, eyða. Og maður fær alltaf upplýsingar þegar maður lætur bendilinn hvíla yfir táknum. Þetta eru allt einhverjar aðgerðir, öll tákn eru einhverjar aðgerðir og maður fær upplýsingar ef maður lætur bendilinn hvíla. Þannig get ég fært spurningar og farið og breytt þessari spurningu eða ég get hent henni út og bætt við nýrri. Þannig get ég bætt við spurningu, búið til nýja frá spurningabankanum eða handahófi sem ég sýndi áðan.
Já, aðgangsstýring, það eitt sem að ég ætlaði að svona, þetta skotgengi hérna hjá mér. Ég er miklu lengur að þessu. En aðgangsstýring, það kemur fyrir að það eiga bara ákveðnir nemendur að hafa aðgang að prófi og aðrir nemendur ekki komast í það eða ég vil ekki sjá tengilinn á forsíðu námskeiðsins. Þeir stundum fjarnemendur eða allavega ég veit bara að ég fæ oft fyrirspurnir það, hvernig hægt að veita bara þessum nemendum aðgang. Og segjum að það sé bara sjúkraprófið. Það eigi bara ákveðnir aðilar að fá aðgang að því og ég get búið til ég gæti sett upp búið til tóman hóp, svona skel og síðan gæti ég búið til það sem kallað hópaval. Það leyfir nemandanum að skrá sig í hóp og ég geti látið þetta hópaval, þessa skráningu heita bara skráning í sjúkrapróf og látið nemendur skrá sig í það. Ég þarf að byrja á að ég get líka sem kennari sett nemendur sjálfur í þennan hóp sem ég veit nákvæmlega hverjir eiga að fara í sjúkraprófið og þá fer ég til að búa til hópinn, þá fer ég hér í þáttakendur og það tannhjól sem hefur aðgerðir í sambandi við þáttakendur eins og að skipta þáttakendum í hópa og ég fer hér í hópar og mynda hóp og þetta bara hópur fyrir sjúkrapróf. Ég lista það. Það engin nemandi, 0, bæta við og fjarlæga notendur og ég man ekki hver það var, ég held sem var búinn að taka prófið að segja bara bæta við hér, gerði nemandi 2, hann á að fá að taka sjúkrapróf og svo fer ég ætla bara að fara aftur hér á forsíðuna á próf og þá fer ég í sjúkrapróf og ég get farið hér strax í uppsetninguna. Það bæði hægt að fara í uppsetninguna hér og með ég smetla prófið og fara í tannhjólið inn í próf. En hérna fer ég í uppsetningu prófsins og aðgangsstýring. Og ég smetla á address restriction og það boðið upp á mismunandi aðgangsstýringar í sambandi við dagsetningar, einkum í einhverju öðru og ef maður féll í einhverju öðru próf þá var maður að taka þetta eða öðrugt. En ég ætla að velja hópur og þá sýnir hópana sem ég stofnað í námskeiðinu. Það bara einn í þessu tilfelli, hópur fyrir sjúkrapróf. Og student must match the following. Hún þarf að vera í grúp, hópur fyrir sjúkrapróf. Þetta auga hérna, ef það haft opið, þá sjá aðrir nemendur svona gráan tengil á sjúkraprófið og ásamt upplýsingum að þeir þurfa að vera í hópnum sjúkrapróf til að fá að taka próf. Ef ég loka augunum, þá þetta hidden entirely if user does not meet the condition. Þannig að ef ég hef strik yfir augunum, þá sjá aðrir nemendur ekki tengilinn á prófið. Það bara þeir sem í hópnum sjá tengilinn á prófið. Og ég stopar á námskeið. Hérna sér kennarinn það svona, aðgangur takmarkaður, not unless you belong to hópur fyrir sjúkrapróf. Ef ég skráði mig inn sem nemandi 2 og ég skráði inn sem nemandi 2 og hann sér sjúkraprófið hér bara venjulega. Ef ég myndi skráði mig inn sem annar nemandi, þá sér hann ekki tengilinn. Að lokum ætla ég að fara aðeins í uppsetningu á prófi í svona fleiri stillingar.
bý hérna til nýtt próf. Opna allar stillingar og ég var búin að fara yfir tímastillingar. Þegar tími rennur út, það borgar sig ekki að eiga þessa stillingu. Hún þýðir í rauninni að ef að nemandinn skilar ekki sjálfur inn próftilrauninni sinni áður en tími rennur út hjá hann, þá skilar kerfið sjálfvirkt prófúrlausnarins inn. Það hægt að velja hérna, það verður að skila próftilraunum áður en tími rennur út, annars teljast það ekki með, það bara aldrei notað. Og grace period, það ekki enn síður. Þannig að ég ætla ekki að segja meira að þetta einkunnaflokkur, það tilheyrir einkunnabókinni og ef ég hefði stofnað þar flokka þá kemur þeir fram, segjum að þetta væri kaflapróf sem nemendur tæki vikulega, þá gæti ég búið til flokk í einkunnabókinni fyrir öll kaflaprófin, þannig að nemandinn gæti séð einkunn sérstaklega heildareinkunn fyrir þau. En ég get líka sett próf í flokk á eftir á inn í einkunnabókinni. Skal sýna ykkur einkunnabókina aðeins. Ég búin að fara yfir þetta aðeins hvernig vægið að prófinu ekki sett inn. Einkunn til að ná get ég sett hér 5 eða 7 eða hvað sem fjöldi heimilir að próftilrauna. Þá ég var búin að segja frá því hversu oft má nemandinn taka prófið. Ég get leyft honum að taka það ótakmarkað oft til að læra á því, en að fyrsta skipti gildi til einkunnagerðar í einkunnabók segi. Það er stundum notað ef þetta eru spurningar sem eru bara ætlaðar til að efla nám. Ný síða í prófinu, það oft tímum til svona sína meira, þá geta smellað allir aðtúa það. Ný síða, það sérhverja spurningu, það þýðir að það hérna ein spurning á síðu. Ég get valið hérna 2 spurningar á síðu og svo síðan get ég auðvitað raðað spurningunum þegar ég setja þær inn og setta þær mismunandi á síður. Allar spurningar á sömu síðu, það ekki mælt með því ef það eru margar spurningar. Það bara, Moodle vistar alltaf spurningarna þegar farið svör nemandans segja, þegar farið á næstu síðu í prófinu. Þannig að það borgar sig ekki að hafa of margar spurningar á síðu. Líka ef að nettengingur opnar hjá nemanda eða eitthvað gerist, að þá eru svörin vistuð í prófúrlausninni ef hann hefur farið á næstu síðu. Og navigation method frjálst, það þýðir að nemandi getur farið fram og tilbaka í prófinu, hann getur leiðrétt spurningar á síðu 1 og svo framvegis. Það hægt að hafa þetta bara í röð, þá kemst nemandinn ekki tilbaka. Hann verður að svara spurningunum fyrir röð sem eru settar upp. Handahófsraða innan spurninga, það eru svarliðir spurningar, krossaspurningar. Þeim sjálfvalið handahófsraðað. Ef ég vil ekki hafa það, þá þarf ég að segja nei hér, en ég þarf líka að gera það í krossaspurningunni sjálfri, vegna þess að það hag líka til að láta svarliðina birtast í handahófskendri röð. Hegðun spurninga, endurgefa prófi loknu. Þetta stilling sem hefur mjög afdrifaríkar afleiðingar. Hér eru ólíkar prófgerðir eða spurningar hegða sér á mismunandi hátt. Aðlögunarhamur, þá getur nemandinn svara spurningum sem krossaspurningu, hann fær check-knapp eða athugaknapp til að athuga hvort hann svaraði rétt og hann fær að svara aftur. Og ef ég vel hér aðlögunarhamur, já, og það frádráttur sem sagt, Moodle sér að draga frá ákveðin stig. Þannig að það fær alltaf færri og færri stig eftir því sem hann reynir að svara sömu spurningum oftar. Ef hann hittir í síðasta skipti á rétta svarið, þá fær hann 0 fyrir spurningum. Síðan þetta velja samskoðargerð með engum frádrætti og CBN
certainty-based marking, þá nemandinn að merkja við hversu viss hann að svara sitt sé rétt. Ef hann merkir að hann sé alveg viss, þá getur hann fengið 3-falt skor fyrir spurninguna. En ef hann svarar rangt og svarar og merkir við hann sé alveg viss hann svarar sér rétt, þá fær hann vanum í 6-faldan mínus. Þannig að þetta svona, það að lesa þetta og hugmyndir á bak við svona próf á Moodle.org. Og til að finna það þá er best að fara í enska viðmótið. Setja sem sagt Moodle á ensku til að sjá hvað heitir þetta á ensku og fletta því upp. Það er hér deferred feedback with CPM, immediate feedback. En þetta í venjulegu prófi að þá er þetta alltaf valið. Deferred feedback, þá fær nemandinn enga endurgjöf fyrir hann hefur sent prófúrlausn inn. En ef þið viljið skoða, það eru sýnishorn af einhverjum af þessum prófgerðum á vefnum verkfærin í Moodle. Ég ætla bara aftur hér í íslenska viðmótið. Núna, það er hér verkfærin í Moodle, það getur hver sem skráð sig hér sem nemandi á þetta námskeið. Þetta verkfærin í Moodle í rauninni bara kennsluvefur og þar eru upplýsingar hvernig maður skráður sem nemanda og þá getur maður skoða þessar prófgerðir, mismunandi prófgerðir og alls konar uppsett dót í Moodle. Ef ég vel aðlögunarhamur eða endurgjöf samstundis, þá get ég valið hér valkosti á meðan að prófið en til að sleppa þessu endurgjöf samstundis, endurgjöf að prófið loknu. Valkosti við yfirlit, það er hvað nemandinn fær að sjá eftir hann hefur tekið prófið og það er strax að próftilraun lokinni. Leið, það opnast leið og sendir inn prófið, það opnast þetta. Það er prófúrlausnin sjálf, þar sér hann spurningarnar í prófinu. Hvort svarið hans var rétta svarið eða rangt. Einkunn fyrir prófið sjálft og fyrir spurningarnar. Sértæk endurgjöf, það er endurgjöf fyrir einstaka svarlið í krossaspurningum. Og almenn endurgjöf, það er fyrir spurninguna í heild. Þessi spurning fjallar þetta eða hitt, það geta verið alls konar upplýsingar varðandi efnið til dæmis. Rétta svarið, ef hann má sjá hvert var rétta svarið í spurningunni. Heildarendurgjöf, það er heildarendurgjöf fyrir prófið og hún er sett inn hér fyrir neðan. Heildarendurgjöf, sá nemandi sem fær 100% skor í prófinu, hvað vil ég segja við hann? Og kannski bara frábær árangur eða eitthvað, ég veit það ekki. Hér er þetta að setja einkunnamörk. Sá sem nemandi sem nær 90%, hvað vil ég segja við hann? Svo er þetta að bæta við fleiri svæðum hér og einkunnamörkum. Viðmót, þannig sinna meira. Þetta er yfirleitt ekki notað aukastafir í einkunn. Moodle reiknar alltaf með 6 aukastöðum, en það er yfirleitt sýndir 2 aukastafir. Og birta blokkir á meðan próftöku stendur. Blokkir, það eru hérna til hliðar, reitir. Það er yfirleitt ekki notað. Viðbótar takmarkanir við próf. Aðgangsstýri með lykilorði, ég mæli ekki með því að nota það. Krefjast IP-tölu netkerfis, þetta er oft notað. Ef að nemendur taka próf í tölvustofu, þá eru oft settar IP-tölur í tölvunum þar hérna inn. Þá kemst enginn inn í þetta próf nema sé í réttri tölvu. Þá getur ekki nemandi heima hjá sér fara að opna prófið eða í annarri tölvustofu við. Skilyrtu biðtíma milli fyrstu og annarra próftilrauna. Það er bara ef ég leyfi nemendum að taka prófið oftar en einu sinni, þá get ég skilyrt að þeir þurfa að bíða í ákveðinn tíma. Þangað til þau fá að taka prófið aftur og milli seinni tilrauna hér.
Þetta ekki virkjað vegna þess að það bara ein próftilraun fyrir ofan valið. Ef ég myndi velja það, ef ég myndi velja fleiri próftilraunir þá væri þetta virkt. Öryggi vafra, þetta eitthvað sem við getum notað, ekkert öryggi þýðir að nemandi getur opnað síður á netinu, hann getur farið og skoða efni í námskeiðinu og gert hvað sem en ég get valið full screen pop-up with some JavaScript security. Þetta svona eitthvað smá öryggi. Prófið fyllir út í skjáinn hjá nemandanum ef þetta valið. Og það að einhverju leyti reynt að hefta að hann geti skoðað efni en það hægt að fara fram hjá þessu. Og svo hér þriðja, það require the use of Save Exam browser. Það ekki hægt að taka prófið nema í þessum Save Exam browser. Og það þessi vafri, SEP-vafri, að vera uppsettur í tölvunni hjá nemandanum og hann uppsettur í tölvuverum. Þannig að það hægt að setja þetta ef hann nemendur að taka í tölvuverum og best samt að hafa samband við prófasvið. Það svona það náttúrulega að panta á prófstofuna og geta að láta vita af því. En þá þarf nemandinn að hafa þennan vafri í tölvunni og prófið opnast ekki nema í honum. Og hann veldur því það ekki hægt að opna neitt annað á meðan nemandinn að taka prófið. Allow quiz to be attempted offline using the mobile app. Það ef maður vill leyfa að nota síma appið til að taka prófið og þá leyfir það að taka prófið offline. Þannig að ef nemandinn kannski ekki í netsambandi þá getur hann hlaðið prófinu niður, tekið það þegar hann tekið án netsamband síðan. Og þá lokast það eftir réttum tíma og síminn sér að hlaða því upp í Moodle þegar netsamband næst aftur. Heildarendurgjöf, ég var búin að tala það, almennar stillingar, það oftast ekki notað í prófi. Það þannig í Moodle að sumar stillingar koma fram í öllum viðföngum. Þetta almennar stillingar mest notað í umræðum. En það ekkert hópahamur í prófi. Eina tilvikið sem ég get séð að þetta henti í prófi, það ef ég skipti nemendum í hópa og vill láta ólíka kennara gefa mismunandi hópum einkunn fyrir til dæmis ritgerðarspurningar. Þá getur maður kalla fram hópana. Þetta nánast ekki notað, þannig ég ætla ekki það. Aðgangsstýring, þetta kíktum við á áðan þegar ég bjó til aðgangsstýringu fyrir sjúkraprófið og þá valdi ég hóp. Ég get valið hér aðgangsstýringu einkunn og þá get ég valið að hún þurfi að vera ákveðið mikið eða lítil og hérna stendur viðfang vantar af því það hérna get ég valið það sem ég hef búið til sem að nemandinn þurfa að fá lágmarkseinkunn í þessu. Þetta gæti verið umræða eða verkefni eða hvað sem allt sem ég stofnað í námskeiðinu kemur fram hér. Ég get valið það. Verður að vera minni en 5 til þess að hann fái að taka prófið. Lok viðfangsskráning vinnuskila. Þetta eitthvað sem tilheyrir öllu líka. Þannig að nemendur geta handvirkt skráð að búið sér að ljúka viðfangi. Hérna get ég valið birta að viðfangi sé lokið þegar skilyrðum fullnægt. Nemandi þarf að hafa fengið einkunn til að ljúka þessu viðfangi. Þetta að gera með skýrslu sem kennari getur skoðað og séð hverjir hafa lokið hverju atriði í námskeiðinu. Bara svona töflu með allir nemendum og öllu sem á að ljúka og skila. Hver nemandi getur fengið skýrslu fyrir sjálfan sig til að sjá hversu miklu hann hefur lokið af skilum námskeiðsins. Hæfnivinnu, tök, hef ég nú bara ekkert kennt mér í prófi.
en ég ætla ekki að segja það hæfniviðmið, það er að búa til hæfniviðmið og hengja við próf og síðan hægt að merkja við hvort nemandi hafi náð að ljúka hæfniviðmiðinu. En ég held að þetta sé komið hérna hjá mér og ég ætla bara að opna fyrir spurningar. Já, eru einhverjar spurningar? Ég held að það sé bara ekki mikið um það, þannig að ég segi þessu þá lokið í bili og þið getið haft samband. Takk fyrir. Já, takk fyrir komuna.